Verði og verði hjartanlega velkomin í Hannesarholt í opin umræðufund heimilis heimsmarkmiðanna skólamenningu. Skólamenning efni dagsins í dag og skólamenning þegar ég var mínu sokkabandsárum þegar ég var í doktorsnámi í Bandaríkjunum þá var school climate aðalmálið og talað school climate sem eitt af mikilvægasta sem við úrslitum árangur í skólastarfi. Og gjör svo vel. Við erum reyndar hér á held ég besta degi vorsins og við bara, svona þetta og ég biðst afsökunar að taka fólk úr sólinni. En þetta mikilvægt mál sem ágætt að tala saman í rólegheitunum og við erum svo heppin að við fengum hérna eðalfólk beint af Akrinum í skólastarfi. Hérna Anna María Gunnarsdóttir, aðstoðarskólameistari í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Berglind Helga Sigurþórsdóttir, námsráðgjafi í Versló. Hjörvar Ingi Haraldsson, kennari í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Allt þetta fólk kemur sérstaklega rómað hingað, þannig að við þakkum ykkur innilega fyrir að taka tíma úr ykkar frá fjölskyldum ykkar til þess að vera hérna með okkur. En þetta verður bara afslappað spjall en svona alvarlegum nótum. Þannig að mig langar til þess að bara kannski biðja ykkur aðeins að opna málið. Við erum fyrst og næst að hugsa það hvernig við getum ræktað upp nærandi skólaanda, hvað hugsanlega svona brennur á fólki sem út á Akrinum í skólunum, hvað við getum gert til þess að einmitt rækta upp nærandi skólaanda og vinna gegn því sem að dregur úr. Og það auðvitað mikilvægt að hafa borð og stóla og tölvur og rigningi á börnin, en það skiptir líka máli að andrúmsloftið sé þannig að fólki líði vel. Þegar fólki líður ekki vel í skólanum þá verður ekkert nám, verður ekki úr neinu. Þannig að ég held að ég bara bjóði ykkur strax inn á völlin. Anna María, myndið þú kannski byrja? Gerðu svo vel. Já, mér langar bara að í upphafi svona þakka þér kærlega fyrir þetta frumkvæði og að taka svona fallega utan heimsmarkmiðin og heimsmarkmiðið menntun og menntun fyrir alla. Það mér ákaflega kært og þar í raun og veru sjáum við sett svona háleit markmið sem áttu að nást fyrir árið 2030 og ýmsa þætti sem að tengjast menntun fyrir öll börn, sama hvaðan þau koma og við hvaða efnahag þau búa, að þau njóti þessarar sameiginlegu auðlindar sem menntun er. Og Ísland hefur að mínu mati að mörgu leyti gert þetta ákaflega vel, að við sjáum að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þau svona gegnsýra alla áætlunargerð menntun, en við sjáum jafnframt að við eigum nokkuð í land og ef ég nefni bara strax tvennt að þá er svona tvennt kannski sem ég held við þurfum að standa okkur betur í. Börn sem hafa erlendan tungumál og menningarbakgrunn að þau búa ekki við sömu tækifæri, sérstaklega í framhaldsskólunum og önnur börn. Og svo ekki langt síðan að velferðarvaktin gerði rannsókn á því og ein stærsta hindrun nemenda í framhaldsskólum til þess að njóta þessara jöfnu gæða, það er fjárhagur. Það búa ekki öll börn við jafnan fjárhag á Íslandi og það margt í íslensku framhaldsskólunum, ef ég leyfi mér að tala fyrir þeirra hönd, þar sem börn sitja ekki við sama borð. Og ég ætla bara að nefna þrennt núna, það til dæmis bara, það skólamatur, það eru skólabækur og hvað ætla ég að nefna, og það eru ferðir, við flytjum ekki börnin ókeypis inn í framhaldsskólan og sum hafa lengri veg að fara ef þau eru til dæmis í sérhæfðu námi og þá geta þetta orðið bara miklar hindranir í námi. Þetta ekki nóg svona í fyrsta. Þetta er gott, takk fyrir, já, til umhugsunar.
Takk fyrir og Berglind. Já, ég ætlaði kannski að koma aðeins öðruvísi að þessu. Ég að því að ég kem kannski úr aðeins einslitari skóla, það sem erfitt að komast inn og það eru há skólagjöld og en það náttúrulega, það eru styrkir til þess að jafna tækifærin en ég held að það sé ekki endilega, skólinn sem ég kem úr ekki endilega allra og það spurning hvort að allir skólir eigi að vera það kannski orðið svolítið pólitískt. En þeir sem að koma inn í verslunarskólann hafa lagt hart að sér og það eiga allir nemendur sem að komast inn í skólann að geta liðið vel þar og það eiginlega, þannig kem ég að borðinu að það að allir nemendur fái sína rödd og njóti sín í skólanum og geti lagt sitt að mörkum. Þetta nemenda sjálfræði kannski. Þannig að tók að þegar þú talar áðan með það nemendur líður vel, gengur betur. Ég bara sammála því að nemendur líður vel í skólastofu. Ég hef ekki rannsóknir á bakvið það, en bara mín reynsla að þá mæta betur, þá gengur betur að læra og þeim líður betur. Allt þetta finnst mér bara svona jákvætt við þetta og þetta sem mitt takmark við að reyna að koma nemendum að láta þeim líða vel í kennslustofunni sem ég í. Ég get ekki stjórna kannski allir í skólanum en ég sem kennari get lagt mitt að mörkunum og get lagt mína vinnu í það að tryggja það að inn í minni skólastofu sé ég allan að gera mitt besta að þeim líði vel þar inni. Og já, það það sem ég myndi reyna. Og líði vel kannski líka saman? Já, líði vel saman. Það þurfa ekki allir að vera vinir. Við vitum það alveg, það ekki raunhæft. En að það sé virðing fyrir öllum og allir geti verið með sína skoðun en hún á ekki að vera á kostnað annara og álíka. Þetta svona það sem ég hef þurft að leggja áherslu á. Ég kenni ákveðna faggrein en ég þarf að eiga góðum tíma líka í að tryggja þetta og það líti á sig mitt stað sem kennari, ekki bara að kenna faggreinina, heldur líka að vera að tryggja það að skólastofan sé öruggur staður og skemmtilegur staður fyrir nemendur. Og að til innan félagsanda. Já, að sé jákvætt. Akkurat. Það þetta, já, reynslu, hún er orðin svolítið gömul. Það sem ég stökk inn í kennslu sem forfallakennari með dagsfyrirvara þannig í skóla í 7 vikur þar sem ég hafði ekki komið áður og það sló mig svo pínlítið eins og að horfa á skólastarfi í tilraunaglasi af því ég þekkti ekki skólan og ég bara kom inn og fór svo út þannig að þetta var svolítið svona sérstakt að sjá og ég tók strax eftir því það var svo sérstakt, þetta var svona fjölbrautaskóli að það voru svo margir nemendur sem sátu fyrir framan kennslustofunnar í frímínútum og voru ekki með neinum. Og það var annað sem ég tók eftir að því að ég hef lagt áherslu á það í minni kennslu að því að fólki hentar ólíkar aðferðir til þess að læra, því við erum öll ólík, að hafa ólíkar kennsluaðferðir. Stundum að fólk vinni eitt, stundum í pörum, stundum í hópum. Og það sem ég tók eftir á þessum sama stað að það var stundum erfitt að skipta í hópa eða skipta þessi 7 vildi alltaf vera saman og enginn vildi vera með þessum og þú veist og það var bara einhvern veginn svona píldi anarki. Þarna voru þetta voru krakkar í 4 öðru 3. ári og þetta er þegar menntaskóli var 4 ár og ég allt í einu ég sá þarna samhengi. Býtu þú veist þau þýðast ekki að vinna bara með einhverjum þú veist í pörum eða einhverju. Þannig að ég, allt í einu sem kennari, ég hafði ekki stjórn og þau einhvern veginn vildu ráða og ég setti samhengi milli þessa og þessa að það skildu vera svona margir einir í frímínútum. Og þarna dreymdi mig að ná samstöðu meðal kennara. Ég reyndi það tókst ekki, en ég var þarna bara í 7 vikur. Að búa til menningu meðal kennara. Hér gerum við þetta svona og hér vinnum við með öllum til þess að þau lærðu það inn í skólastofunni og þá myndi það kannski brjóta einangrun einhverja þarna úti í frímínútum. Þið veitir, svona klíkumyndun.
Og það sem ég var að horfa til var það að þegar krakkar kom inn í framhaldsskóla að þá skilji þau, já hérna gerum við hlutina svona. Í hinum skólanum þínum gerður þetta einhvern veginn, en hérna gerum við þetta svona. Þannig að kennarar taki sér meira vald til þess að búa til menningu. Má ég aðeins koma inn á þetta, því að þú varst að tala margir sem sátu fyrir utan. Ég einmitt var með þetta. Nemendur mínir sátu hér og þar skólan oft einir eða litlir hópar eða álíka og ég vildi reyna að búa til þetta að allir væru svona vel í kringum hver aðra. Þannig ég fór að hafa stofun, þetta tók nokkur ár, þetta ekki eitthvað sem tók bara smástund, en ég fór að hafa skólastofun mína alltaf opna og ég var að hvetja þau til þess að ef þau hefðu einhver stað sem að vera þar inni og ég var mína frímínútur þar inni með þig og ég var að spjalla við þau og allt svo leiðis og þú varst kannski stakur og ég spjalla við þig og svo spjalla við næsta og smásegis sem reyndi ég svona tengja samræðinu saman milli nemenda og þetta yfir svona nokkur ár stofa mín alltaf opin. Núna orðið þannig að það komin, nemendur bara koma þarna inn sem eru hangið inni þó séu hætt að vera hjá mér, spjalla við alla og ég búin að geta bakkað úr skólastofunni og núna upp í matsalunum, kennurum og svo leiðis, en nemendur að það er hefð. Nemendur vita þarna inni, allir tala saman, nýnemar geta komið og byrja að tala við eldri nemendur og eldri nemendur taka alveg á móti því, eldri nemendur geta komið og spjalla við. Það er bara þannig að þegar við náðum að búa til, eins og sagðir, að þegar staðfyrir væri bara fyrir utan stakjarhópar, að búa til svona stað þar sem þeim leið vel og voru að virða alla. En þetta tók samt tíma. Má ég ekki bara aðeins brjóta upp hérna þetta svið og hérna fæ ég bara high five? Já. Þetta ekki, sko, þetta þýðir það að þú tekur kaffipásuna þínar og þú ert að hleypa á klósettið einhvern tónu á milli, ég veit það ekki. En þetta ekki, þetta allavega eitt þjóðráð, það ekki, til þess að búa til svona og svo þú og fyrsti nemandinn komin á eintal og svo kemur næsti, þannig að þá þetta orðið svona einhver degla. Það akkurat þetta og leið og einhver búin að upplifa það að tala í heyranda hljóði og einhverjir tveir, þá þetta svona brýtur ís. Eigum að kalla þetta eitthvað sérstakt að búa þetta til svona eitthvað trend. Má ég koma með uppástungu? Já. Ég hef stundum sagt það, sko, mér fannst lengi vel, þá kendi ég bara inn í minni stofu og reyndi að hafa allt þar í mjög góðu standi. Svo fór ég aðeins að sinna einhverjum öðrum verkefnum, til dæmis bara að skrifa námskrá eða kennslustjórn eða eitthvað svoleiðis og þá fannst mér ég aðeins fara nálgast að horfa, sko, á skólastarfið ekki bara út úr stofunni minni, heldur inn í hana líka. Ég held að það sé að það skiptir svo miklu máli að við einhvern veginn horfum, öll sem vinnum í skólanum, að við horfum einhvern veginn á skólastarfið í sameiningu og það þarf náttúrulega, það þarf stöðuga fræðslu, nemendur þurfa stöðuga fræðslu það, sko virðingu og fjölbreytileika og við þurfum að hafa þetta einhvern veginn í huga þegar við mótum allan skóla bara félagslíf nemenda í kennslustundir og bara núna vildu krakkarnir í skólanum hjá mér halda vorhátíð á morgun og ég var bara nei, þetta mun ekki ganga, þetta verður, ég sagði bara jú, ok, haldið vorhátíð, ég var svo heppin að ég var ein þannig að ég gat, en það að byggja upp í ákveðt skólaumhverfi, ég veit að kennararnir voru ekki, sko, hreint ekki hressir, sko, allir, af því að þeir vildu frekar, það voru þarna nokkrar sagnir sem þurfti að fara yfir og dæmi sem þurfti að reikna stutt eftir önninni, en það við þurfum ekkert samt að vera að standa svolítið saman í það að skólinn sé svona traust og opið umhverfi fyrir öll, bæði kennarana, starfsfólkið og svo nemendurnar og góð samskipti við sko nemendur og stjórn nemendafélagsins, það skipta bara alveg ótrúlega miklu máli og þetta styrkja jákvæða hegðun þeirra, sko. Sem námsráðgjafi þá hefur maður kannski ekki eins mörg tækifæri til þess að fara inn í kennslustundir en við höfum komið því á í verslunarskólanum að námsráðgjafarnir fara inn í alla bekkina í upphaf hvers árs og þá höfum við mitt verið að ræða þetta að tala við hvern einn, þá förum við í hring þannig að hver og einn hafi þessa rödd og við höfum einmitt spurt þessar spurningar hvað að vera góður bekkjarfélagi
og hvernig vill maður láta muna eftir sér. Af því að þar erum við náttúrulega alltaf að vinna með þennan bekkjaranda og það er nákvæmlega sama upp á teningnum. Ég ætla að spyrja hvað var langt síðan að þú fórst inn í þennan bekk og upplifðir nákvæmlega þetta. Það nú næstu í 20 ár. Já, af því að þinn 20 ára gamli draumur það nákvæmlega sama og ég held upp í dag, sko. Mér dreymir að það sé líka þessi ákveðni rammi sem að kennarar setja varðandi til dæmis eins og hópaskipanir og þess að það sé ekki alltaf sömu krakkarnir sem að hópa sér saman og alltaf sömu einstaklingarnir sem eru út úr, að það sé ákveðin rammi þar og síðan þetta þegar ég fæ kannski sætisfélag, við erum til dæmis bara að berjast fyrir því að vera með að skipa í sæti að því að þannig að það sé ekki alltaf sömu einstaklingarnir sem að enda einir. En svo gerist það líka í þessari menningu sem að þú varst að nefna áðan að ef ég fæ sæti við hliðin á Hjörvari að ég sé ekki að snúa mér bara að tala bara við Önnu-Maríu. Hvað að vera bara góður bekkjarfélagi og bara þessi almennu mannasiðir og kurteisi og umbyrðarlyndi og að við þurfum alltaf að vera að rifja það upp að þetta er eitthvað sem við erum að fara að upplifa allt lífið, að kynnast annarri manneskju og geta gefið sér á tal við hvern sem og það er kannski bara tímabundið og svo allt í einu er kannski bara eins og gerðist bara í síðastliðið haust í verslunarskólanum, nemandinn er fallinn frá og hvernig kom ég fram við manneskjuna? Það fóru allir að spyrja sig, hvernig þekkti ég viðkomandi nemanda? Bara mjög sterkt dæmi, en að samaskapi þá finn ég fyrir því að við þurfum alltaf að vera að minna á þetta. Þannig að já, mér finnst við vera lánsum að fá tækifæri að minnstakosti einu sinni enn að fara inn í þetta, en þetta er eitthvað sem ég myndi vilja að allir kennarar myndi einmitt tileinka sér líka. Að það sem að þú varst að nefna, já, að bara kenna þeim. En eins og þú tala þannig, ég kom inn á þetta þegar nú erum við með mjög ólíka hvernig við höfum aðstæður og ég hef miklu betri aðstæður kannski heldur eins og hún Berglind námsráðgjafi því ég inn í skólanum svona daginn og það sem ég nefnilega myndi mæla með fyrir til þess að ná svona betri, hvað maður segja, virðingu og svolítið fyrir öllum þannig fyrir ekki að segja bara klassískt gamalt að byrja önnuna á nafnaleik. Að allir læri nöfnin á öllum, bæði ég kennari og nemendurnir. Þannig að ekki bara hætti ég að kalla nemendurnir heið þú, heldur ég næði nöfnunum, en nemendurnir líka viti hvað hvert annað heiti. Og þetta svona hjálpar við þetta viðhorf að snúa bakinu. Leiður búin að gera manneskjuna að mannesku, sem þú þekkir með nafni, að þá verður það, og þetta er eitthvað sem kennararnir þurfa að vinna að. Eins og ég segi, við erum að kenna ákveðna faggrein en við verðum líka að gefa okkur tíma að muna, við erum með mjög litla viðkvæma einstaklinga inni í okkur sem við verðum líka að hjálpa að gera að manneskjum, ekki bara að sérfræðingum með okkar faggrein. Ég vona ég sé ekki að fara við strikið þegar ég segi það. Þetta er alls ekki, nákvæmlega þetta. Og þetta, þeir sem hafa kannski verið að kenna áður í grunnskólum, þeir eru mjög góðir í þessu að til dæmis bara að búa til sætaskipan, plan, setja nöfnin á og eru kannski strangir við það líka að nemendur sitji í réttum sætum og þess að þar. En þetta gefur ótrúlega góða raun að því leytinu að nemandinn upplifir svo mikið öryggi. Og þarna er ég að vísa í kannski eina ramma sem er svo mikilvægur þegar þú veist til dæmis, ég veit ekki hvort að þekki ekki allir það að hafa verið þetta valdir síðastir í íþróttaliðin og allt þetta og alltaf bara svona, en ef þú veist að það er ekkert eitthvað svoleiðis að kennarinn, að margir setja upp bara eitthvað svona random hjól og velja til dæmis í hópa, þú veist, það skapar bæði spennu og gleði og eftirvæntingu hjá krökkunum í stað þess að vera að sitja og bíða, er einhver að koma að tala við mig, því þú hefur ekki kannski þroskan eða hugrekki til þess að fara að fyrrabræði til vinsælu krakkana eða ert að glíma við eins og við vorum að tala hérna áðan, þetta loddara eða imposter syndrom, það verður að loddara líðan. Það er ekki bara fullorðnir sem eru með það, sko. Nei. En það skiptir, ég langar svo aftur að það skiptir svo ótrúlega miklu máli
fyrir okkur að skólaganga sem flestra verði sem farsælust. Sko. Ég lít þannig á að skólakerfið það langt besta jöfnunartæki sem við höfum í samfélaginu. Það langt besta að leiðin til þess að forða börnum frá því að lifa í fátækt og tryggja þeim svo tækifæri að þessu farsæla lífi sem þessu samfélagi sem við erum búin að búa okkur til. Þannig að það til ákaflega mikils að vinna sem flestum líði vel í skólanum og njóti þeirra tækifæra sem eru þar í boði og af því að við erum svona svolítið að tala um framhaldsskólan þá einhvern veginn þá það held ég ekki minna merkilegt sko hvort að nemandi minn fer í eitthvað ákveðna grein í háskólanum og verður þar prófessor vonandi og ég kemur og kenni mér heldur að hann verði sko læri svona til lýðræðis og verði virkur samfélagstekn og ef maður heyrir svona í þeim sem við getum sagt að hafa farið út á sporinu sko á lífsveginum þá yfirleitt þá talaður að þetta byrjaði jafnvel sko í leikskóla. Þá einhvern veginn nutu fengu þeir ekki að njóta sín og sko varla kannski komist upp í framhaldsskóla. Mér mjög hugleikin þessi 20, við erum ekki cirka með 20% af þjóðin með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Við verðum bara einhvern veginn að gera eitthvað til þess að þetta verði inngildandi. Þetta alltaf spurning að finna fyrir þessari sterku tilfinningu að tilheyra. Hvort sem að það varðandi tungumálið eða komast í ferðina eða vera valinn í hópinn að finna að maður tilheyri því samfélagi sem að maður komin í hverju sinni, þar sem að maður tekin inn. Þetta finnst mér vera svona okkar allra brýnustu verkefni, það að taka utan þennan hóp og þau börn sem búa við fátækt. Það ekki líðandi fyrir okkur þessar ríku þjóðu að hafa ekki allir tækifæri. Nei, þetta að tilheyra og vera séður. Ég man mjög eftir því að ég var að kenna mitt í framhaldsskóla að það er svo auðvelt að lesa upp bara og segja nöfnin, maður veit hvað sem hver allir eru. Ég hugsaði svo mitt að taka þann tími að ná augkontakt. Það tekur aðeins meiri tíma en sko maður hugsaði það að fara á fætur og allir að flýta sér heima, að fara í skólan og svo fer maður heima og mann finnst að það skipti ekki máli hvort maður var þarna eða ekki. Þú veist, en þú segir að tilheyri mitt að vera séður og maður hafi talið, maður hafi komist inn á radarinn hjá einhverjum. Það og þetta hægt að gera hvort sem maður tala tungumálið eða ekki. Auðvitað vandamáli, maður getur ekki sagt nafnið rétt. Það líka sem sagt að geta sagt nákvæmlega hvað nemandi heitir, það ekki auðvelt ef fólk kemur frá mjög ólíkum tungumálabakgrunn. Og kannski svona lítil saga sem að aftur önnur nálgun en í COVID-inu þá vorum við að finna leiðir til þess að ná til nemendana með alls konar ráðum og við þurftum náttúrulega að notast við tölvurnar á þeim tíma. En ég einhvern veginn fékk þá hugmynd á þeim tíma að senda á þá nemendur sem voru að standa sig alveg sérstaklega vel. Og það alltaf svona miðanamat í versló og þá fáið þau gefið í bókstöfum A, B eða C. Svo ákvað ég að taka í stað þess að vera alltaf að kalla til þá sem að fá C og segja að maður fara nú aðeins að gera sig í brók og svona, að þá ákvað ég bara þennan vetur að byrja því að senda á alla þá sem að fengur hreint á miðanamati. Svo gerðist það núna á föstudaginn að þá var svona reunion, það sem árgangahýttingur eitthvað svo lesa, það er 5 ára, 10 ára, 15 ára. Og þá kom nemandi til mín sem að ég hafði kallað til og myndi náttúrulega ekkert þannig séð eftir en hún vildi þakka mér alveg sérstaklega fyrir það að ég hafi kallað til sín og ég spurði hana hvernig hún færi að því að standa sér svona vel. Af því mér langaði til þess að miðla því og deila því með hinum nemendunum. Og hún sagði að það hafði aldrei neitt spurt mig eða pælt í því hvað ég var að gera og svona toppnemandi. Þá fór ég að hugsa, það skiptir ekki máli hvar þú ert staddur í einkunnaskalanum eða á miðanamatinu. Við viljum öll vera séð og bara fyrir það sem við erum að gera.
mjög góða punktur. Já, þetta komið verulega óvart. Gleymir stundum. Nemendum sem eru að leggja rosalega mikið á sig en það taka því allir sem sjálfsögum hlut af því að þeir eru ekki til vandraða. Nei, nákvæmlega. Já. Náms- og starfsráðgjafarnir í mínum skóla þeir taka alltaf á móti öllum nefndum föstudagsmorgni. Þá standa þeir í dyrunum í skólanum og bjóða alla velkomin í skólan. Ó, svo fallegt. Já, það segja sko, sumir líta ekki upp sko fyrir kannski komið síðasta sinn, þá segja þær hæ. Já, vá. En að því að tala svona vera séður, heyrður og svoleiðis, þá komum að segja annað fyrir ekki að segja frá það sem ég að gera. Endilega. En þarna ég var með umsjón fyrir þannig að þá var umsjón kend einu sinni í viku, ég lenti ákvæmt að vera með hann á mánudegi og þá ég greip tækifæri, þetta nýnemar sem eru að koma í skólan og flestir þekkjast ekkert þannig að við tókum alltaf svona fyrstu 5-7 mínúturnar í að segja hvað ég gerði helgina og það var bara þeir sem vildu og allan að fyrsta mánuðin þá var það bara ég sem að sagðir frá því. Ég sagði bara hvað ég gerði og síðan, en þegar önnur var búinn, þá voru allir að segja hvað þeir gerðu. Þessi allir, auðvitað voru einhverjir ekki alveg tilbúnir, en meiri hlutin var byrjað að vera að segja, já, ég fór að gera þetta, já, ég var að gista hjá félaga mínum, hann var að koma og eitthvað svona, þannig að umræðarnar komu, en það tók, eins og segi, þetta sem ég segi, maður má ekki gefast upp, þetta tók tíma, en leyfa þeim þau eru ekki tilbúin strax en undir loki þá fannst þeim orðið gaman það var verið að hlusta á hvað þau voru að gera engin gagnrýni, ekkert að segja neitt bara gerðu eitthvað skemmtilegt og þá kannski heyrði ég að horfa þess á bíómynd og þá vissu hinnir hann er áhuga svona bíómyndum það var bara svona gera fólkið svona að meiri mannesku við þekkjum aðeins Já, ég nefndi einnig byrjun að við fáum þetta tækifæri að fara og hitta hvern einasta bekk og ég held að uppröðunin í skólastofunni þannig að við förum í hring og ég er alveg handviss það að þetta sé eitthvað sem að nemandinn man eftir þegar hann útskrifast þegar við settumst í hringinn að því að við tryggjum það að hver og einn hafi rödd og fá að tala og svo þegar það eru kennarafundir og kennarar eru að blísnast náttúrulega auðvitað yfir símanotkun nemenda og þá hugsa maður, já, er það vandamál? Af því að þegar þau sitja í þessum hring og þau vita að allir eru að fara að tala og maður er að fara að hlusta, það skiptir náttúrulega líka mjög miklu máli að kenna þeim að hlusta og að það er aldrei vandamál. Það hvarflar ekki að einum einasta nemanda að taka upp símann þegar við erum í þessari uppröðun í hringnum. Það verður algjörlega til staðar. Það eru algjörlega til staðar, og ég myndi segja að það eru líka að þjálfa eyrun. Það var ekki einhver sem sagði að við fættumst með 1 munn og 2 eyru af ástæðu. Við hefði gefið okkur 2 eyru af því að við þurfum svolítið mikið til þess að hlusta á aðra mannesku þannig að við virkilega heyrum það sem hún er að segja. En það gerist það er miklu erfiðara í svona hefðbundinni uppröðun skólastofunar þar sem við horfum alltaf í nakkan á næsta manni versus það að sitja í hring. En auðvitað er ekkert hægt að hafa allar kennslustundir þannig. En það er satt svo fallegt að þú leggur áherslu á það og sérstaklega með nýnemönnum og þá ertu að leggja eitthvað inn í skólamenninguna, hvernig við viljum hafa þetta í okkar skóla. Og það tekur svolítið stund að raða stofan upp á nýtt. En ég myndi segja að það er alltaf þess virði, nákvæmlega því það brýtur upp þetta venjulega, þetta sem er alltaf og einmitt þessi hvað segið þið, eigum við að bjóða upp á spurningar úr sal? Já. Er eitthvað sem að þið viljið spyrja ykkur líkur að hjarta, eitthvað sem þið viljið bregðast við? Eða ekki? Ég og er sammála því að þetta sé svo mikilvægt tæki til jöfnuðar og að öll börn eigi rétt á þessu og það er gaman að heyra þessar fallegu sögur. Ég var að hugsa þegar allir er að segja frá einhverju, hvað gera börnin sem eru með annað tungumál í svona, þú veist, hvernig getum við, og ég held að það sé líka rosalega áskorun sem við verðum einhvern veginn
að takast á við, og ég óttast að skólarnir sé ekki tilbúinir til þess, og ég líka hugsa grunnskólina og skóla út á landi þar sem getur verið stórt hlutfall af íbúum af erlendum uppruna. Hvað gerir skólasamfélagið til að koma til móts við þessa menningu? Mig langar að heyra aðeins meira það, eða sérstaklega bæta menningu. Ég get bara sagt frá því, ég með mjög marga nemendur með sem hafa erlend tungumál, bæði sem eru að læra íslensku kunnana vel og þá sem kunna bara eiginlega enga íslensku. Og þannig að þá hefur bara, ef nemendin komin í tíma hjá mér, þá höfum við líka til þess að hafa samskiptin, talað ensku við hann þannig að hann skilur og allt svoleiðis til þess að hann sé velkominn ef hann skilur hana. Ég kenni íslensku við tölum, en til þess að skilja líka þá tölum við, ég ofta að kenna á 2 tungumálum og þegar það er verið að tala eitthvað utan kennslu, eitthvað skemmtilegt, þá pössum við upp að sér talað á ensku líka og nemandinn eru komnir inn, en við reynum samt að hjálpa þeim alltaf með íslenskuna aðalega, þess að hjálpa þeim í það, koma þeim áfram í því og það kemur að lokum, en til þess að sé ekki einangruð þangað til að það að þá erum við að koma þeim inn og ræða við þau og við fáum þessa nemendur á erlendum tungumálum til þess að koma og kenna okkur. Ég til dæmis get sagt það að ég hef aldrei lært spænsku eða neitt svoleiðis, en ég hef búin að læra nokkra setningar út frá nemendum því, eins og uppáhaldssetningi mín, tengo hambre. Sem að þýðir? Sem þýðir ég svangur. Og svona, þannig að til þess að, eins og segir, ég kann ekki erlend tungumál, ég er mjög lélegur í tungumál, ég mikla dyslexíu og þannig segir bara eins og ég hef sjálfur persónulega ekki áhuga á að læra tungumál, en ef ég með nemandi öðru þá sýni ég honum áhuga og ég athuga hvar get ég gripið hann og ef hann með erlend tungumál og það kannski það sem tengjur okkur, þá fæ ég hann til þess að tala við hann og kendu mér þetta og hafa gaf og ég brýt niður, ég tek mikið burtu hvað mitt áhugamál ég fer inn á hans áhugamál, þannig að við þurfum að láta þeim líða vel þarna líka og koma þeim inn í íslenskuna, finnst mér, þannig að þau geti spjara sig Þú gefur honum vægi með því að gangast við því hvar hann stattur. Já, ég ekki bara gerir ráð fyrir, þú átt núna að kunna íslensku, algjörlega, og ég bara býð eftir að þú tilbúin. Og þú ert með nemendur á bilinu 16 til 20 ára eða hvað? Já, hef alveg haft eldri regla, en já, þetta svona 16 til 20 og það mjög, getustigið í íslensku alveg frá því að nemendur séu bara alveg frábæri, maður skilur ekki hvað snöggan á þessu, yfir að sumir eiga mjög erfitt með það. Og til þess að þau einangrast ekki, að þá reynir ég að vera svona millipunktur. Við erum svo ólík. Líka í grunnskóluna, þar sem að kannski ekki þetta ætlastölu ræði saman að ensku þó lesu börnin hérna haldið þau kunni ensku. Við þurfum bara að hafa annan fund grunnskóla. Já, en þetta skólamenningu ekki þá. Það lítur að tengjast öllu. Ég get ekki heldur svarað fyrir Vestló að því að þau eru öll búin að ná lágmarkskröfu eða lágmarkstökum á íslenskunni þannig þegar við komum inn til okkar, en við tökum þátt í því að meta nemendur sem eru tvítengdir og eru með annað heimamál og eru með hennan, heitir þetta ekki evrópski tungumálarammin eða eitthvað svoleiðis, þannig að þau fara í svona sjálfsmatspróf sem að kunna arabísku eða kurdísku og ég svo lánsum að geta tekið þau í þessi próf og þau fá þá dönsku metna eða sem að jafngildir 2 áföngum og ég verðilega að segja að þetta eru eiginlega skemmtilegustu tímarnir hjá mér þegar þau fá einmitt að blómstra og tala á sínu heimamáli. Ég lætur skrifa og þau skrifa póstkort til ömmu sinnar í sínu landi og ég að segja frá einhverju í skólanum, en enn og aftur komið að bara því þegar þau fá líka viðurkenningu á sínu heimamáli að sjá manneskuna ljóma að við séum að taka tillit til þess að þau eru með annan bakgrunn og sterkan og góð á sínu sviði þóttu tala ekki fullkomni íslensku. En enn og aftur þau eru öll komið með ákveðin grunn þau komið til okkar, þannig að við hefum ekki verið að glíma við þetta sem þú ert að segja, að mæta þeim á sínu tungumáli. Við erum bara með stuðning í íslensku. Má ég aðeins að grípa þetta, það náttúrulega svo gott að segja öðrum skólastigum til, en ég ætla svo sem ekki að hugsa að gera það heldur kannski
heldur kannski bara hvað sem sagt, við sem þjóð þurfum að gera. Við þurfum að það þarf allskyns lausnir og við erum sko, og það slöknar heldur ekki á börnunum þegar þau eru búin í skólanum sko, að þau taki þátt í félagslífi, eignist íslenskumælandi vini. Ég held að það sé lykillinn að farsældin, að grípa þau nógu snemma og þau þurfa stuðning, foreldrar þeirra þurfa stuðning. Það er ekki og bara tungumálið að þeir sem ætla að búa í Íslandi að þeir nái bara sem fyrst tökum á íslensku. Ég held að það skipti máli og ég var bara svo heppin að vera upp í háskóla núna og fundi í vikun og þar var verið að kynna ákaflega spennandi verkefni sem heitir Sprettur, þar sem er sem sagt eru háskólanemendur sem eru að styðja nemendur úr framhaldsskólum sem með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Ég held við þurfum bara eitthvað miklu meira svona og stærra. Í þessu samhengi þessar aðferðir þar sem að nemendur eru fengnir til þess að vera ekki beint stuðningsfjölskylda heldur til þess að vera svona buddies, vera vinir, vera leiðbeinendur eða ég veit ekki hvaða við myndum nota. Ég veit ekki, mentora oft. Mentora, já, vera þannig að einhverju taki að sér að vera svona sérstakir vinir án þess að vera stýraði mendilega heldur þau hafa einhver hlutverk, hafið einhverja reynslu af því, er það kannski þá frekar í yngri, gæti verið að það væri frekar í grunnskólum? Við erum með NGK-bekkin sem er Norður-Atlantshafsbekkurinn, Danmörk, Færeyjar og Grænland og Ísland og þau fara á milli og við hefum einmitt reynt að koma upp svona vinabekkjum en það gengur erfiðlega og þau eru alltaf bara svolítið sér sko, þótt að það séu núna kannski hátt í 10 nemendur frá Íslandi í bekknum. En þau eru bara, það er annur stundaskrá og aðrir kennarar kannski, en ég vildi óska þess, það væri draumur að það væri hægt að hafa það meiri tengsl þar á milli. En svo eru bara íslensk ungmenni líka alveg rosalega upptekin eftir skóla, því að talandi að stýra því við vinnum rosalega mikið þegar íslensk ungmenni vinna mjög mikið, þau þurfa að halda uppi ákveðnum lífsstandard, borga síma og sumir jafnvel hverjir bíla og þannig að það er bara mjög erfitt til dæmis að finna eitthvað eftir skóla. Enn og aftur myndi ég halda ef að það á að halda út einhverju svona vinabekkjum að þá þurfi það að gerast á skólatíma og á að taka það af íslenskunni eða stærðfræðinni eða náttúrufræðinni. Það er alltaf, þetta verður alltaf svolítið svona aftast í forgangsröðinni þetta að vinna að mannlegum samskiptum og umburðarlyndinu og heimsmerkmiðanum. Þú veist, það er tekið vissulega kannski frá ein vika en þetta er eitthvað sem að þarf að vera algjörlega inn í öllu skólastarfinu þá alltaf, allan á þessum hring. Kannski að hugsa sko bara íþrótta og tómstundastarf yngri barna, það sé til dæmis mjög aðgengilegt fyrir börn sem eru ekki góð í íslensku. Ég man eftir verkefni, svona mentoraverkefni í einum framhaldsskóla, þar sem að nemendur úr framhaldsskólanum þeir fóru og voru með svona námsstuðning og eitthvað svona hvað var að kalla, við yngri nemendur. Já, akkurat. Ótrúlega flott verkefni og það er margt sem að er flott verið að gera og ég held við þurfum bara að gera meira af því sko. Já, útferða og jafnvel ofar, akkurat. Þetta er eins og er ekki svona oft gert í tengslum við móttöku flóttafjölskyldna, maður sér eins og á Vestfjörðum og einhvers staðar það sem eru heilu fjölskyldurnar sem eru svona vinir í samfélaginu að móttöku. Manni finnst þetta svo fallegt og þetta lofið svo góðu. Stundum gengur þetta betur í minni samfélögum. Já, akkurat. Ég velti líka oft fyrir mig hvort að tómstunda og félagsfulltrúar ættu heima inn í skólunum, framhaldsskólunum líka meira. Þannig að það hætti ekki bara í grunnskóla, þannig að þið hafið þennan vettvang líka bara eftir skóla til þess að vera í einhverju skipulögðu svona starfi en mjög góð hugmynd. Í mínum skóla þá finnst mér bara mjög erfitt
að ná til þeirra leið og bjallan hringir, þá eru þau bara farin að vinna einhvers staðar. Eða í sína íþrótt. Já. En það akkurat þetta að eins og muni eftir þessu umræðu þegar getur skipta í bekki. Já. Að ég man eftir þeirri umræðu að þú lærir aldrei eins vel eins og þegar þú ert að kenna einhverjum öðrum eitthvað. Þannig að nemendurnir sem væri kannski afburðanemendur, að þeirra tíma væri kannski mjög vel varið í því að vera stuðnings, þessi svona, hvað sem að jafningjafræðsla, vera stuðningsaðilar fyrir aðra sem er ekki eins góður í því að þeir sjálfur græða líka svo mikið á því. Þannig að ef við svoleiðis aðferðir einhvern veginn, en Ég er mjög sammálaður í þessu, að það er bæði með það að þú skilur efni miklu betur ef þú nærð að útskýra það, þetta vitum við, en líka það að þetta hjálpar svo við svona samskipti. Og inn í skólastofunni ég allan bara hvernig ég kenni þá reyni ég að læra hvernig þau geta að tala saman inn í skólastofu. Vandamál oft við nemendur þegar tala saman í skólastofu, ég veit ekki hvort þetta sé algengt ekki en hjá mér, er þegar ég og Berglindin byrjum að tala saman, þá tala ég það hátt að allir í stofunni heyra. Heldur að ég þurf að læra inn í skólastofu og ef ég ætla að tala við hana, ég á ekki að trufla alla. Þannig að kenna nemendum að tala saman og oft góð aðferð til þess er að leyfa þeim að aðstoða hvort annað, að vera að tala saman, ég er kannski betri sem ég hjálpa þér, að kennarinn kom ekki stökkvi, nei, ekki tala saman, fara við þetta, leyfa þeim og frekar segja, heyrðu, þið talaðu svo hátt, talið lægra, fínt og sérst að hjálpa, talið bara lægra, þannig að þau læri svona bæði að tjá sig, hafa samskipti og að kenna hvort öðru. Mér finnst það, bara þú varst að tala þetta, mér finnst það svo góð punkt, gott að þau læri að tala saman í ákveðinni tón, það er svona stjórn. Lærði svo fallegt orði í kennu á sínum tíma, kliðfundur. Það er svo mikilvægt að gefa svigrúm fyrir kliðfundi. Þegar þú heyrir eitthvað að gerast út allt. Svo man ég eftir ótrúlega skemmtilegu verk eða að vinna að fyrir mig í Borgarholtsskóla í gamla daga þegar Borgarholtsskóli var nýr. Ég kenndi þar fyrstu 3 árin með henni Guðrúnu Hrefnu. Og einu sinni í mánuði þá höfðum við viku, það sem við kölluðum at-vikur og þá skiptum við nemendum í hópa eða þau skiptu sér eftir áhuga og í lok við, og þá unnu við ákveðnum verkefnum í eina viku og föstu degi var showdown og það var verið að sýna afrakstur og alltaf í lok vikunar þá var sjálfsmat. Þau áttu að finna út úr því hvernig gekk og hvernig hópurinn virkaði og hvernig þau virkuðu í hópnum og hvað þau myndu gera öðruvísi næst. Þannig að svona ákveðin sjálfsrýni, ekki til þess að afhjúpa veikleika, heldur til þess að hugsa það hefði verið betra ef þið gert þetta þarna á þriðjudaginn, þannig að næst ætla ég að vinna betur úr í þessu skrefi. Þannig að þetta var eitthvað sem ég hefði einhvern veginn ekki upplifað áður í skólastarfi og mér fannst þetta að vera svo, og þetta er eitthvað sem þú veist, taka það með sér. Styrkleikan. Já, einmitt. Og það, þú veist, ok, gengur betur næst, þá ætla ég að gera þetta öðruvísi. Þannig að Til að undirbúa mig fyrir þennan fund núna, þá tala ég við þá sem hefur verið svona leiðandi með heimsmarkmiðin í okkar skóla, hana Ástu Henriksen, og hún vildi leggja sérstaka áherslu á að nemendasjálfræði er vopnið sem styrkir nemendur. Og það að sjálfsþekkingin er náttúrulega þar á meðal. Þannig að geta farið líka inn á við til þess að vita hvernig maður sjálfur er í samskiptum við aðra, en fyrst og fremst líka að vita hvernig maður sjálfur virkar í hópum og í samskiptum við aðra og hvað maður getur gefið að sér eða hvað maður þarf að bæta líka. Það skiptir alveg gífurlega miklu máli. Sjálfsmatið. Megum ekki gleyma því. Nei. Þetta er mjög flott Framhaldsskólinn er náttúrulega, að þau verið svolítið först í að tala hann hann er náttúrulega svolítið reynslubúðir fullorðinsáranna. Við þar eiga nemendur að fá að máta sig aðeins við hinn ýmsu hlutverk og náttúrulega gríðarlegt námsframboð, þannig að þau geta prófa hitt og þetta, en það verður náttúrulega, það verður að vera
sko ekki bara líf eftir framhaldsskóla, heldur í honum líka. Og þá höfum við náttúrulega svo góð tækifæri til þess að styrkja samskipta og félagsfærni og jákvæða hegðun og byggja upp vinabönd, sko. Ég segi það stundum sjálf, sko, að ég hef varla kynnst neinum eftir að ég hætti framhaldsskóla. En það er alltaf svolítið gott að kenna öðrum ef að manni gengur ekki vel en þess heldur mikilvæg að líta inn á við og skoða hvað er það sem ég get gert eða hverju ég get breytt og við erum stundum svolítið feimin við að fara þangað. Og geta þá sett sér markmið fyrir næsta. Þess vegna er svo gott sem hún nefnir, hvað var það þarna síðastliðinn þriðjudag sem fór úrskeiðis hjá mér? Við erum náttúrulega undirbúa nemendur okkar undir heim sem við vitum ekkert hvernig verður. Nákvæmlega. Kannski enn og aftur er það eitthvað sem ég ætla ekki að vera að dæma kennara, ég er sjálf kennari, en að kennarar mættu gefa sér kannski meiri tíma í það, eða bara skólamenningin almennt, að setjast niður og fara yfir þessi atriði. Við erum alltaf að keyra allt áfram á svo miklum hraða og það er næsta próf og þau vilja fá gátlistan fyrir næsta próf í stað þess að gefa þetta svigrúm á þennan tíma til þess að veita nemandunum það rými að fara inn á við. En ég held að þetta hafa aldrei skipt meira máli heldur núna því að sko einmannarleiki nemenda, hann mælist sko vaxandi frá ári til árs. Þannig að ég held að þetta sé kannski megin markmiðið, sko, þó svo að við þurfum líka að byggja upp ákveðin þekkingagrunn, sko. Við vorum að tala um frumulíffræðin daginn við háskólakennara og það er greinlegt að hún skiptir ennþá svakalega miklu máli, góð þekking í henni, en það lærir engin frumulíffræði sem það þorir ekki út. Nei, og líður ekki vel og þorir ekki að spyrja einu sinni. Fyrir nokkrum árum þá var ég með hóp sem var einstaklega, hvað maður að segja, hún leið illa og átti svona, og ég talaði við þá og þá kom í ljós að þetta bara mikið af nemendum áttu að sameiginlegt. Þeir komu heim, fóru inn í herbergið sitt sem var lokað, allt slökkt og fóru að leika sér í tölvuleik og voru þar bara í myrkrinu og ég alveg bara, hvað get ég gert til þess að gera þau svona aðeins að lyfta yfir þeim og ég held bara þau verða að hafa eitthvað birtu inni hjá sér og ég get þannig að verið eins og pabbi og sagt að þið verða að opna gluggar og hafa smá ljós sem er ekkert hlusta á það. Ég einhvern tíma bara hvernig get ég platað þau að opna glugga og ég fór og kynnti mér hvernig það var rækt að chili. Ég er ekki að grínast með þetta, ég fór og lærði að rækta og ég held bara þetta getur spennandi að því að ég ekki nota orð neikvætt en ég er svona nörd þannig ég fór svona að hugsa hvað get ég fengið krakkana til þess að fá áhuga á sem er skrítið og það var hægt að rækta chili og ég ræktaði chili rosalega sterkan, eitthvað svona sérpanta fyrir utan sem átti að vera og ég gaf nemendunum fræ og svona og kendi þeim að rækta þetta en þetta yrði að fara út í glugga hjá þeim, yrði að fá sól og yrði að vökva. Þetta var meðan ég var að kenna tölvur rætti þetta við þau og síðan komu allir með chili og við bjuggum til salsa úr þessu, við höfðum keppni að bíti, þetta var svona. Þetta gekk svona vel. Já, þetta nefnilega gekk mjög vel, en þau hefðu aldrei hlustað á mig ef ég hef sagt þeim opnið glugga. En þetta skiptir svo miklu máli að við tala einmannleikann. Ef við erum að sjá þau allan daginn og ef við höfum tæki frá því, það er geta ná ekki allir, en ef við höfum tæki frá því að skynja hvað það er, að gefa færi á því, að þetta gæti valdið því að nemandinn hækki bara í einkunn að því að hún líður bara betur. Það er allavega þess að ég tel það, að nemandinn líður betur, þannig að gengur hún betur í námi og ef nemandinn gengur betur í námi þá er skemmtilega að kenna. Og þá verður skólaandinn betri og það er betra fyrir mig sem kennari. Svo ég vísi aftur í þessa atvikur okkar í Borgarholtsskóla. Það var nákvæmlega þetta sem þú gerði þarna að í þessum, það voru algjörlega allt annar hópur sem að skein á þessari 4. viku heldur en þeir sem að skeinu allar hinar 3 vikurnar vegna þess að þá stigu þau út og voru í öðru hlutverki heldur en voru venjulega. Þannig að það var ótrúlega fallegt og skemmtilegt að sjá það leið og maður breytti öllum aðstæðum að þá voru aðrir eiginleikar sem fengu að njóta sín
og þannig að svona vakti. Ég ekki viss allir hafi svona góða chili-kennara. Nú. Já, horticultural therapy. Já. Það sem Magnús, eru spurningar úr? Tala munin á bæði félagsfærni og félagsþáttöku munstrum fyrir og eftir COVID, hvort það breyst svakalega mikið eða ekki. Á ég að byrja? Ok, herðu, þarna, mér finnst félagsfærni hafa farið niður, bara talandi út frá minni reynslu hjá nemendum. Mér finnst eiga erfiðara með rökræður, erfiðara með að lendi því að ykkur er ósammála og erfiðara að vera ósammála, þess að þau erfiðara að segja við hinum manneskjuna að þau séu ósammála skoðun, heldur þau bara, já, ekkert mál. Og, þannig að þetta hefur þurft alltaf að eyða tíma í að kenna þeim að rökræða og kenna þeim að það er í lagi að vera ósammála. Við kannski rökræðum, ég og Anna verum ósammála eitthvað, við rökræðum og þarna kannski fer ég yfir hennar skoðun, kannski fer hún yfir mínu skoðun eða kannski höldum við bara, erum við ennþá ósammála þegar búið. Ákveðið að vera sammála. Já, en þegar það er búið þá erum við ennþá vinir. Að fara ekki yfir á persónuna og þetta er eitthvað sem ég þarf að eyða miklu meiri tíma í að fara núna með þeim í heldur en fyrir COVID. Mér finnst, sem sagt, svona félagsfærnin, ég veit ekki hvort það tengist við það að þau mistu af þann árum að vera saman í bekk eða ekki, en mér finnst þetta allan að hafa farið niður. Og svo eldust þau náttúrulega í því að eiga í rafrænum samskiptum og þau eru rosalega klár og þau skrifa skilaboð á ljóshraða og kannski ef eitthvað gengur ekki upp og þá er þeir náttúrulega bara hent út, sko, þá ertu bara blokkeraðir. En svo þegar þú mætir í skólana þá eru aðeins öðruvísi samskiptareglur. Þú hendir ekki bara einhverjum út ef hann móðgar þig. En já, ég sé að það er svolítið svona munur. Þau eru rosalega sterk og en aftur þegar við komum í upphaf hvers skólaárs og tökum á móti nýnemönnum okkar, þá eru þau öll búin að til dæmis búa sér til grúppur, bekkirnir, og bara já, og við eigum ekki samt að fara nöfnin, bara þau þykjast þekkja öll nöfnin og eru náttúrulega búin að afsakið, en Google allt í drasl í kringum viðkomandi, þú veist hvað hann býr og hverra manna hann er og allt það. En svo komum við saman og setjumst í hring og horfumst í augu og þá þekkja þau ekkert nöfnin og tala ekkert saman. En eru samt búin að vera alveg á fullu í einhverjum samskiptum, í einhverjum grúppum, þar sem enginn sér, eða enginn er í kontakti við aðra mannesku. Sterkar á rafrænarsvellinu heldur hann. Já, og þau eru rosalega sterk þar og það má ekki vanvirða það heldur og þau hafa sjálfsagt grætt miklu meira en maður gerir sig grein fyrir heldur en við eigum að þekkja og samskiptin eru kannski beinskiptari fyrir vikið, ég veit það ekki, að þú segir meira þegar þú ert ekki í augnkontakti við næstu mannesku, en svo koma þau í skólastofuna og þá blasa við önnur aðrar áskoranir, ætla ég að segja, sem að við þurfum að vinna svolítið með. Ég ætla bara að taka stórt upp í mig og segja að ég held sko að nám, sem sagt rafrænt nám fyrir nemendur á grunnskóla og framhaldsskóla aldrei, það sé ekki gott nám. Af því að þau læra svo ofboðslega mikið af þessum félagslegu samskiptum. Og upptaka af kennslustund, það er kannski lægi einu sinni tvisvar yfir veturinn að hafa upptöku af kennslustund og verkefni ef það er eitthvað þannig. En mér finnst það ekki sambærilegt nám við það þegar nemendur eru í samskiptum hver við annan, í samskiptum við sinn kennara, sem kennari er miklu meira en kennari, eins og þið heyri bara hvernig Hjörvar talar. Hann er líka, hann er fyrirmynd í, hann er að kynna sína grein og hann er líka mikilvæg fullorðin fyrirmynd. Hann er kannski næstu því sá eini sem að nemendur hans tala við fullorðin manneskja allan bara kannski, eða þegar þið finnir, það eru kennararnir og ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt fyrir fólk á mótunar árum að hafa aðgang að fullorðnu fólki sem er ekki,
sko foreldrarnir séu náttúrulega lykilatriði, þá skipta aðrar manneskjur líka máli, sko. Og bara þetta sem að þú sagðir að staldra við og horfa í augun á hverjum einasta nemanda, þetta heyri ég rosalega mikið. Hún bara kom inn í stofuna og bara byrjaði að kenna og fór beint upp á töflu og sagði ekki neitt. Þú veist, það kannski þeirra mælikvarði að vera ekki góður kennari versus það að fara alla leið það að bæði að ræða við þau og horfa í augun á þeim og jafnvel að rækta þarna plöntur með þeim. Fá þau til þess að draga frá glugganum. Já, bara til þess að draga frá. Þetta bara eins og segir, tækifæri sem við kennarnir höfum, að því að við vitum það alveg, þó kennslunum er 60 mínútur, við vitum það að athygli nemanda ekki að taka í 60 mínútur við nýju efni. Ef ég fer að stilja við því hérna í 60 mínútur nýtt efni sem þú átt að gleypa, það fer alveg x mikið í burtu. Slíta ég sundur með einhverju ótengdu sem tengist og byggir upp annað. Þegar sko, ég lærði þess af öðrum kennurum í kringum mig sem hafa verið að bæta svona heimsmarkmiðin með þitt og þetta, því ég var svo mikið, hvernig get ég blanda þessu inn í þetta? Og þá sagði ég bara þetta þarf ekki alltaf að vera kannski svona, nú ætlum við að ræða þetta. Það má vera svona á þess að nemendurnir fatti. Við erum að taka fyrir einhverja hluti og koma því svona ósýrátt inn, og þetta er það sem kennarar hafa tækifæri að. Þeir hafa nemendurna í skólastofunni að hlusta á sig í ákveðin tíma. Ekki bara í faggreinina, heldur geta líka komið inn svona mannlega hlutunum. Þú voru að vera kannski bara pínu nörd. og já, ég held, þú veist, kennarar sem að til dæmis syngja með krökkunum, það var alltaf bara þau elskuðu þessa kennara, það voru sérstaklega tungumálakennararnir manni, syngja á þýsku, syngja á frönsku, syngja á dönsku. Þetta að þora að bara syngja og vera hallarislegur í kennslustofunni, hvort sem það að syngja eða rækta chiliplöntu, ég held að þetta skipti allt máli, bara þetta uppbrot. Þetta leiðir okkur náttúrulega að því hérna, sko, hvað samtalið í leiðir okkur við, hvað samtalið í skólanum skiptir miklu máli að kennarar sem gefa sér tíma líka til þess að tala saman og bera saman bækur, ekki bara íslensku kennararnir sem eru að velta fyrir sig hvort að taka 2 eða 3 passíusálma heldur sko þvert á líka. Þegar við tala það, þá verði ég að segja, líka hlusta á hvað nemendurnir segja. Ef þú ert búin að byggja upp samband með kennurum, með nemendum fyrir ekki, og þá er ekki að tala að vera að hlusta á nemenduna til þess að fara að heyra svona, já, þessi kennari leiður, ég ætla að taka undir. Nei, ekki meina það. Ég er að meina ég heyri nefnilega oft nemendur kannski að tala já, þessi kennari er æðislegur og eitthvað svona, og þá fer ég kannski, svona forvitna svona af hverju hann æðislegur. Og síðan kíki ég kannski svona, já, svona, því að það er engin fullkomin. Við getum alltaf, og ef ég væri bara að fylgjast með minni grein og hvernig mín grein kennir, þá er ég í ákveðinni búblu. Ég er búin að læra af öðrum greinum og svona og grípa. Ég er að læra af tungumálakennarunum og þessum, ég heyri hvernig þínir kennarinn er að gera gegn nemendurna, og þá er ég svona að pilla svona góðu punktana allstaðar og vera óhræddur við það, að viðurkenna það, maður er ekki fullkominn, það er aðrir að gera góða hluti sem maður getur lært það. Læra af góðum fyrirmyndum. Já. Frábært. Það er alltaf þetta mannlega. Já, einmitt. Við langar svo gaman að hlusta okkur, en hérna er einhver umbun fyrir kennara eða eitthvað í kerfinu sem að umbunar kennurum sem að ná svona góðum árangri, eins og við vorum að heyra dæmi með Chileana og það sem að þú segir að þau tala um góða kennari, eða er þetta bara allir fá alveg saman hvort þú er lélugur að góðu kennari eða hvað? Sko hinn aðstofskólastjóri. Gleði í sálinni. Já, ég meina þessa ótrúlega gleði sem er svo gott að borga lánin sín með. Nei, sko málið er það að umbun, nú skal ég segja, bara fyrir mitt, að því að þú varst að tala um þetta, því að nú er ég að kenna, ég hef 100% traust frá skólunum. Skólinn er bara búinn að sjá hvernig ég geri, skólastjórinn treysti mér, og ef ég fæ skrýtna hugmynd, þá segir hún bara, ekki mál, þú mátt pröfa það. Þannig að mér líður vel, af því að það er, ég legg á mig, gera mitt besta, og staðan fyrir, þannig að skólinn að leggja á sig að hleypa mér í það. Ef ég lendi í vandræðum, sko,
við erum alltaf á ríkisstarfsmenn, það erfiðar kannski að gera svona umbyrnar, en það þetta að vinnuumhverfi, vinnuandinn og allt svoleiðis gerir það svo þess virði. Þetta ég verð að hrósa allan hjá mér að ég finnst mér frábæra umbun og ég ætla bara, ég verð bara að segja það að ég held að ef kennarar leggja á sig að þá mun skólastjórinn svoleiðis umbuna þó að gera það kannski ekki beint með að henda þá kennarinn muni finna fyrir því. Er það ekki einhvers konar innri hvað ég segja, svona starfsánægja sem að maður finnur fyrst og fremst fyrir og það er oft talað það sko að það er umbuna kennurum góðum kennurum. Hvernig umbunum við góðum tannlæknum? Eða bara góðum, það leita til þeirra og ég held akkurat að það sé bara það sama sko, ef að en einhvern veginn starfsánægjan, hún hlýtur held ég alltaf fyrst og fremst að vera sprottin, eða hún hlýtur einhvern veginn að vera sjálfsprottin og þetta langa til þess að vera í þessu samfélagi. Ég þekki held ég bara engan kennara sem bara að kenna af því að hann fær ekki aðra vinnu. Það hægt að fá svo rosalega mikið góðri vinnu á Íslandi. Nei, ég veit ekki, er það ósammála þessu? Nei, alveg, hjartanlega sammála. Ég reyna að minnsta kosti, sko, ytri umbun. Ég læt að minnsta kosti alltaf kenna. Ég er búin að vera 20 ár í verslunarskólanum. Ég læt alltaf kennara að vita. Ef ég heyri á svona sögu og einhver að deilinni með mér, þá er ég alltaf fljóta deilinu með viðkomandi kennara. En annars held ég að öllu jafna, eins og ég talaði hérna í byrjun að hafa mætt á þessa endurfundi í verslunarskólanum, þar sem árgangahýtingur 5, 10 og 15 og allt upp í 30, held ég að 35, að þá einmitt kom nemandi að málu við mig sem hafði verið þarna fyrir held ég 15 árum síðan og ég náttúrulega bara myndi ekki neitt, alveg rosalega breytt og var að tala bara hvað ég hefði gert eða hvernig ég hefði bara stutt henni á þessum tíma að hjálpa henni og ég held að þegar kennarar mæta á svona árgangahýtinga þá fá þeir að upplifa nákvæmlega sama en svona venjulega það þannig að það yfirleitt bara þeir heyra það sem hefur verið að kvarta undan þeim en ekki síðan svona mat alltaf sjálfsmat í öllum eða ekki sjálfsmat, það sem að kennararnir kennslumat og þá fá sko kennarar rækilega bæði hérna í hausinn þetta jákvæða og neikvæða þannig að en þetta ekki bara þessi innri umbun En það þetta mjög krefjandi starf sko að halda sér við eitthvað, halda sér á löppum í svona frekar einangruðu starfi. Þú getur lokað hurðinni og verið með lokaða hurð og bara kennt hérna það náttúrulega mjög krefjandi einhvern veginn að halda sér við kannski 40 ár. Já. Þannig að maður sé alltaf sko og auðvitað eigum við öll mismunandi daga og allt það sko. Kannski frekar þeir sem að hrekjast úr starfi, það eru þeir sem að fá ekki þessara innri umbun og gleði við það að brjóta upp kennslustund og gera eitthvað skemmtilegt sem að og svona umgjörðin utanum íslenskan framhaldsskóla, hún náttúrulega mjög opin sko, það hérna aðalnámskrá og svo eiginlega og það er búið útfærðan sérstakann hátt í hverjum framhaldsskóla, svo í raun og veru kannski bara sagt, gangi ég vel með þetta mikið verkefni við treystum fyrir þessu. Já. Þannig að skólarnir búa við mjög mikið sjálfræði sem kannski bæði gott og vont sko, það aldrei talað eða alltaf mjög lítið talað samræmd próf í framhaldsskólum eða eitthvað svona gæðakerfi þá á ekki að taka framhaldsskóla út á 5 ára fresti og þá svona mest verið að krossa við, námsáætlunar og heimasíðu, er ofanflóðastefna og eitthvað svona, það ekkert endilega verið eitthvað svona kafa inn í gæði í skólastarfinu. Já, þetta er mannlegt. Við erum með, það er ein spurning sem okkur var send hérna. Ert þú með fleiri, Magnús? Þetta er frá móður. Við erum kannski búin að svara þessu, eða þið. Hvað geta skólastjórnendur gert til að leiða skólamenninguna svo að einelti geti ekki þrifist innan nemendafélaga, stjórna og nefnda innan framhaldsskólana? Mjög góð spurning. Vill einhver ykkar bregðast við þessu?
Ég var búin að undirbúa mig til að svara þessu. Ég sagði við hljótum að verða að spyrja þessu. Já. Þú fékkst hana. Og ég skal byrja, þið bara kannski bæti við. En ég held náttúrulega að við þurfum náttúrulega að útbúa okkur hérna, og ég held að allir íslenskir framhaldsskólar séu með mjög ákveðna stefnu það að það sé ekki, einelti ekki liðið í skólanum og það tekið á því. Við þurfum á einhvern hátt að bara spurningar svona sem ég að kljást við í mínu starfi, þurfum að skilgreina hvað einelti og hvað samskiptavandi. Kannski þurfum við að hætta að horfa svona mikið á þetta orð einelti og við getum einhvern veginn ekki að enda alltaf bara það er þetta hérna og þetta og svo kemur það upp, þetta einelti. Nei, þetta ekki einelti, þetta samskiptavandi. Þetta byrjar allt einhvers staðar, en við þurfum einhvern veginn samt að vera alveg með ákveðnar aðferðir hvernig við ætlum að bregðast við og hvað afleiðingar einelti getur haft. Við þurfum náttúrulega bara að vinna svona samkvæmt ákveðnum verkferlum í framhaldsskólanum til þess að brjóta þetta niður og það gerum við aldrei án heimilanna. Það gerum við aldrei án þess að það verður alltaf að gera það held í samstarf og stundum samskiptamáli eru náttúrulega oft flókin. Því einelti oft heldur ekkert einangruð við skólastofnunina sjálfa og það oft þannig að þau koma ekki bara frá heimilunum heldur frá fyrri skólastigum og það einhvern veginn allt umhverfið svolítið involverað. Það mjög sjaldan sem að við upplifum það í framhaldsskólanum að einhver bara mæti og rosa hress og svo allt í einu verðan fyrir einelti í skólanum og það hafi bara aldrei borið á góma áður. Þannig að það er svo mikilvægt það sem að þú nefnir að vinna þetta með öðrum og heimilunum. Ég held að allir framhaldsskólar, eða allir skólar landinu séu með þennan einelti snapp, þar sem að maður getur tilkynnt einelti. En svo það hin hliðin, ég alltaf með hina hliðina, að þegar farið í svona eineltisvinnu, þar sem farið eftir öllum þáttum sem að þar koma upp, að það að tala við alla aðila og kalla til fjölskyldun og svona, að það svona spurning, hvernig stendur sá sem að varð fyrir eineltinu eftir þá vinnu. Kemur hann út sterkari eða það jafnvel á einhvern hátt skaðvænlegt fyrir viðkomandi að fara í svona rosalega mikla vinnu þar sem við tala við alla aðala og bekkina og alla sem að koma að og fjölskylduna, að því að einelti líka svo mikið núna það sem við erum að glíma við enn og aftur, þetta rafræna og þetta á sér stað öllu jafn oft utan skólastofunar. Og eitthvað sem við getum ekki einhvern veginn snert á eða verðum aldrei vör við innan veggja skólans. Þetta þarf að, eins og þú sagðir áðan, þetta þarf að ræða einhvern veginn og treysta nemendum fyrir því að verða góðir félagar og hugsa aðra. Í mörgum skólum er alls konar verið að gera. Það er bingo í hádeginu og eitthvað félagslíf og það náttúrulega hlýtur að vera hinu góða líka en við þurfum eitthvað að styrkja jákvæðu hegðunina. Ég ætla að fá, þó ég sé ekki neitt með reynslu á stjórnum, en ég vil fá að segja eitt sem skólinn hjá mér hefur gert sem ég finnst mjög jákvætt í þessu. Það náttúrulega allar þessar reglur, þetta svona annað, það þarna umsjónarkennarakerfi. Nú veit ég ekki hvort það sé í öllu framhaldsskólum eða ekki, en að nemendur þeir svona fá einn kennara sem ekstra mikið með þeim, fylgist með þeim, ræðu þeim, sem þau byrja að læra að treysta. Og það bara, ef þau kunna treysta kennara og opna sig fyrir eitthvað, þá eru líklega til að tala fyrr við hann og segja fyrr og þá fyrr hægt að bregðast við. Þannig að allir nemendur hafi einhvern sem þau geti treyst. Og að leggja línu. Já, ég að segja það. Eins og þú segir, þetta gerist náttúrulega oft fyrir utan skóla. Og það erfitt fyrir mig að stoppa eitthvað sem ég sé ekki, verði ekki var við neitt, ef enginn kemur og segir mér. En að því að ef það komið eitthvað svona kerfi þar sem nemendur fá einhvern sem geta treyst í skólanum, kennara, og getur tala við og þá getur sá kennari farið og með hlutina á rétta staði eða eitthvað farið að stað með eitthvað ferli sem hefði kannski ekki orðið og nemendur kannski hætt að þannig líður illa. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að sé
að lágmarki einn kennari Já. í skólanum sem þessi nefndi veit ég tristi þessum kennara. Já, að mæðir á kennurum að vökult auga kennarans skiptir höfumáli. Því að sem námsráðgjafi, þú veist, þá getur maður tekið á þessu en ég sé ekkert hvað er í gangi inn í skólastofunni. Ekki verið að koma með vandamál og enn síður neyri mötuneyti sko. Já. Fræðsla er náttúrulega líka sko ótrúlega nöðsileg, það er náttúrulega ótrúlega bara einhvern veginn svona steppa, að hvað ég segja, setja niður fótinn og segja bara við erum skóli þar sem að einelti líðst ekki. Það er jákvætt skólaumhverfi hér. En aftur komum við sjálfstekkingunni og hvernig náttúrulega ég láta muna eftir mér þegar ég útskrifast síðan og hvað lagði ég á mörkum og ef ég var vör við það að það var verið að koma illa fram við eitthvað stoppaði eða og allt þetta sko sem að, já, þessar forvarnir. Það væri að setja sig í spór annar. Já, af því að það þarf alveg gífurlegt hugrekki til þess að stoppa svona, af því að þetta gerist svo hratt á ógnarhraða og það sem er bara kannski vinsælt núna, það er að taka einhvern einstakling fyrir og taka hann upp og þá eru allir að gera grína sama aðlana og við vitum ekki neitt hvað er í gangi sko. Það þarf alltaf þennan eina til þess að standa upp líka og það þarf ekki að vera sá sem er lagður í einelti heldur sá sem að verður vitnaði sem að kannski tala við kennarann og segja hei, ég voru verið að þetta er í gangi. Ég var svo stoltur á hóp fyrir stuttu þarna sem kom og sagði bara við mig, bara Hjörvar, það er verið að leggja ákveðin nemandi í einelti og þau gáttu nafngreint og allt svo leiðis og ég fór með þau þannig að þau fór lengra en að þessi hópur var, eins og þú segir, var ekki sem voru að lenda í einelti, þau bara voru búin að sjá þetta vera að gerast og þau fóru með og þá var hægt að taka ég var alveg bara að því að nemendur að taka upp verða að það er ekkert auðvelt. Svo þarna er skólamenningin að bjarga. Já. Svo þurfum við reglur, við bættum því bara núna inn í vetur inn í okkar skólareglur og það er bannað sem sagt að taka upp nemendur eða kennar og birta á samfélagsmiðlum. Já. Og það bara það er þessi rammi. En stundum er það sem þarf sko. Það er að veifa því, þetta er brottrekstra sög sko. Því þú vilt heldur ekki lenda í einelti fyrir að vera svo sem snitsar eða svo sem að Nei, akkurat. Vera næstur. Já. Akkurat. Heyrðu, nú fyrir að styttast hjá okkur, þannig að við eigum eftir 20 mínútur. Ég svaraði þetta spurningunni. Já. Ég held það. Við getum allavega svona á einhvern hátt. Mér langar svona kannski í lokin að biðja ykkur að svona hvort að hvað þið sjáuð sem aðalega áskoranir í því að viðhalda nærandi skólamenningu á Íslandi núna í ykkar skólum. Áður en við gerum það, er eitthvað sem brennur á ykkur hér í salnum. Gerðu svo vel fyrir hérna. Mér langaði aðeins að minnast á eitt. Sko, við erum með framhaldsskólan sem er núna námt í stúdinsprófi 3 ár og það er allir á því að það er töluvert mikið álag á nemendum og ég held að kennarar upplifa það líka og ég spyr mig, er bara tilefni til þess að við sem skólasamfélag endur hugsum þetta aðeins og horfumst í augu við það að ef til vill erum við kannski að leggja áherslu á hluti sem að mættu skipta aðeins minna máli. Það er mikið prófafargan, það er mikið álag og kennarar eru afar samviskusamlegt fólk og gott fólk en mætti ekki bara aðeins endur hugsa það og reyna að finna meiri tíma og meiri ró af því ég tel að það sé það sem við þurfum mest af öllu á að halda. Það sem að kemur fram núna í þessu samtali er þörfin á því að ræða hluti sem skipta máli í samskiptum og hvað skiptir máli fyrir lífið sjálft og hvað byggjum upp til framtíðar. Kennararnir okkar kunna greina sínar mjög vel og það er mjög mikilvægt að miðla þekking og að nemendur tilengi sér hana. Ég er ekki að segja það setja það til hliðar en við þurfum líka kannski aðeins að horfast í augu við það að hengja sig í greinina sína veitir mann ákveðu öryggi og það þarf þor að fara út úr því. Það vera ekki kennarinn sem hleypur bara beint upp á töflu og kemur með innlögnina heldur bara aðeins að við hjálpumst að við að anda og hjálpumst að við að tala saman. Ef ekki að segja bara skál í boðum. Má ég
bregðast við, ég fyrirgefði Gjörðu þeim, það. svo skal ég ekki segja neitt meira. Þú mátt alveg segja eins og þú vilt. Ég held að ég var nú að tala aðalnámskrána áðan sem nú orðin bara 10 ára og hún svona sett í hendurnar á skólanum og svo var satt bara gangi eitthvað vel með þetta. En ég held akkurat að í henni er svona viss tilraun með grunnþáttunum, heilbrigði, þessi þættir sem eiga gegn sér allt námi framhaldsskóla og ekki bara framhaldsskóla, heldur líka í leik- og grunnskólum, áherslu á heilbrigði, jafnrétti, lýðræði, mannréttindi, læsi, sköpun. Ég held að þetta hafi akkurat verið tilraun til þess að gera þetta. Það var kannski bara svo fengum við svona ýmislegt sem hefur kannski orðið til þess að þetta var ekki sem var ekki fyrir ná fyllt nógu vel eftir. En ég held að þarna séum við með alveg rosalega gott efni til þess að láta einmitt gegnsýra allt skólastarf og öllum skólastigum. Svo kemur náttúrulega frumulíffræðin sem við skulum ekki gleyma. Mér finnst líka mjög mikilvægt að muna það að framhaldsskólinn að 2/3 nemendahópsins eru bara börn og við gleymdum svolítið að taka það inn í myndina að þau eru flest öll börn í framhaldsskóla. Þau eru ekkert bara fullorðnir einstaklingar sem eiga að kunna allt og kunna samskipti og kunna hegða sér. Að því að já, í öðrum löndum þá fá þau að vera kannski lengur börn af því að skólinn er oft bara upp til 18 ára aldurs, að það er ekki svona rosalega mikið stökk og bara hvaða ár breyttist sjálfræðisaldurinn? 1996. 96, já. En það var 30 ár síðan og það eru... En við erum samt ennþá að alltaf viljum tala við og koma fram við þau eins og séu fullorðin, en þau eru ennþá börn, finnst mér. Þegar við tókum þetta skref, það var ýmislegt samt sem við gerðum ekki. Og mér langar bara að tala til dæmis um skólamáltíðir og námsgögn í framhaldsskólum. Já. Akkur kláruðum við það ekki líka? Og svo sjáum við á hverju hausti þá verið að tala um gjaldfrjálsar máltíðir í grunnskólum og frí námsgögn og þar með að börn ekki að kaupa strókleður eða liti. En við skirrumst ekkert við að segja, já, nei, í þessum framhaldsskóla það er allir að koma með 200.000 krónur fartölu. Já. Og þannig erum við, þetta er bara svolítið skakt. Já, þetta er mjög skakt og við þurfum bara einhvern veginn við þurfum að rjúfa þessa hugsun. Já, og líka þetta bara þegar foreldrarnir keyra bara, já, gangi ég vel í skólanum og svo þegar umsjónarkennarinn hringir þá sem bara ertu að hringja framhaldsskólanum. Við þurfum að klára þetta sko. Já. Börnin sem fæddust sko árið sem 1997. Já, þau eru bara gott vel alveg fullorðin sko. Já. Já, ég datt aðeins út, verður bara viðurkenna, ég glímiði mjög mikið ADHD og að sitja svona lengi í kjurr er mér ekki auðvelt. Stöndum bara aðeins. Þeir sem mig nefnilega, stöndum smá og þá getum við klárað þetta bara saman. Þeir sem þekkja mig, þegar ég nefnilega vanalega ég hreyfi mig mjög mikið. Fyrirgeðu allt, ég setja því spennitreyf. Nei, það er bara, ég er að biðjast afsökunar því að ég er búin að ná að halda fókus allir tíma sem bara allt í hennu datt ég út og ég bara, þannig ég verði að spyrja. Já, ég er bara svona í framhaldi af því sem að Hrefna, sagði að gefa okkur meiri tíma bara og anda og gefa okkur rými í kennslustofunni fyrir samskipti og taka á öllum sem þáttum ekki endilega bara frumulíffræðinni þótt að við séum góð í að kenna hana, af því að það er miklu meira svigrúm gefið svona menningarlega séð í grunnskólunum fyrir þessa þætti og svo allt innu þau koma í framhaldsskóla það bara, þau þurfa að læra þetta því að þau eru að fara í háskóla að fara að læra eitthvað ákveðna námsgrein, en þau eru ennþá bara börn, þannig að það má alveg hugsa það líka þannig að þau þurfi þetta svigrúm á þessum krítiska aldri sem að framhaldsskólinn er að bara tala við þau, bara augun á þeim. Þetta er nákvæmlega sem við tala við höfum langan tíma, sko, þannig að ég held að allar rannsóknir er benda á að athygnin helst ekki, eins og datt út hjá mér núna, helst ekki í allan tíma, nýtum hann í að brjóta upp, nýtum hann í þetta svona að tala en að því vorum að tala 3 ára kerfi yfir 4 ára, ég skal bara segja eins og
mér finnst að þegar þú ert að tala nærðu alla í nemendur eftir þegar bjallanir ringir út og þá þau farin í vinnu eða farin í tómstundur eitthvað svoleiðis og þetta sama reynsli af mér. Krakkar sem voru vinir og ég spurði, gerðu þau eitthvað saman við ykkurna? Nei, hann var á handboltaæfingum, þessi var að vinna, þetta og það alltaf eitthvað. Ég man, kannski þetta bara svona eitthvað svona, hvað kallar maður svona fortíðarblinda eða eitthvað svona bara nostalgía, en 4 ára kerfið svona, þá, ég ætla ekki að segja að vera ról, svona, mér fannst maður hafa meiri tíma, bæði þess að pröfa annað í náminu, sem sagt, ég ætla að pröfa kannski taka eitt svona smíða áfanga eða eitthvað svoleiðis, að mér fannst mér meira frelsi þá, ég sem nemandi, og líka að hitta aðra nemendur. Mér finnst orðið rosalega mikið álag á nemendum þegar skólinn búið, eins og Anna var að tala með, Berglind, með að vera sjá sinn svona lífsstíl, sjá sína íþróttir og allt svoleiðis, að þau hafa alltaf tíma til að vera krakkar, þegar eins og tala hérna þetta eru krakkar og þú verðum að leyfa að vera krakkar. Þannig að þetta kannski tími fyrir annað podcast, en ég persónulega ekki hrifin að 3 ára kerfinu út frá þessu, en það gæti vel verið að sé hægt að sannfæra mig að það sé flott og gott, kannski ég bara ekki að sjá hlutina rétt, en ég svona hræddur svo að tala að það sé komið mikið álag. Eigum að gera óformlega könnun. Hversu margir hér inni eru ekki hrifnir af 3 ára kerfinu? Ekki alveg allir. Það einhverjir hrifnir af því. Já, þessu. Þetta svo mikið lykilatriði og það sem þið eiginlega raunin að tala hvernig getum við gert skólan að samfélagi. Og það ákall bara allan heim, það það sem við þurfum að vera saman og við þurfum helst líka að vera út í náttúrunni. Þetta svona stóru skilaboðin. Það sem skólinn náttúrulega bara, hann rammaður inn í stundatöflu og það tími sem við erum saman eða sem nemendur eru saman í hópum og þar ákveðið atferli. Síðan þegar við fara út úr því þá opið rými og það væntanlega misjafnt eftir skólum en til dæmis í okkur skólum þá erfitt að móta það rými af því að það ekki beint aðgengi að nemendum þó við höfum ýmsa leiðir til þess að styðja við þau. Tökum bara til dæmis viðfangsefni sem stóra viðfangsefni í dag, hvernig ætlum við að passa upp á lýðræðið okkar? Við verðum að gera það með því að ala nemendur upp í að tala saman og æfa sig að tala með gagnrýnum hætti. Draumsýn mín væri svo að við værum með, byggjum bara til torg í matsalnum á og til, þar sem samtali væri. En hvernig fengi maður nemendur til þess að mæta þegar þeir eiga ekki að mæta? Ramminn námsáfangi og nemendur koma inn í hann eftir margra ára uppeldi í kerfinu og það eina sem þeir hafa áhuga á gagnvart kennaranum verður prófað í þessu. Þannig þeir eru svo skilyrtir og við erum í umhverfi sem svo skilyrtt og mér finnst mjög mikið að við tökumst á þessa spurningu, hvernig losnum við út úr þessari skilyrningu og búum til samfélag sem kátískt og flókið og alls konar og sættum okkur við að það sé veruleikinn og gerum það að veruleika skólans. Hvernig það hægt? Þetta mjög góð spurning. Ég man bara eftir því þegar ég var krakki í menntaskóla hvað maður fann mikið mun á áföngum sem voru þessi prófaáfangar og svo þeim sem voru próflausir. Hvað maður lærði miklu meira í þessum próflausu og það nákvæmlega þetta, þeir voru kannski meira samfélag heldur en þetta hlaupabraut. Og nú komin spurning. Gjörðu svo vel. Hvers vegna eru framhaldsskólanum svona litlu samstarfi á milli? Það einu samstarfi sem eru ennþá í dag þegar ég var í framhaldsskóla, það eru keppnirnar á milli. Af hverju ekki framhaldsskólaninni meiri samtali? Sem kennari, ég held að fara mikið eftir námsgreinum, af því ég þekki það bara það að ýmsar námsgreinar eru mikið að hittast og í miklu góðu samstarfi að svona hjálpa okkur öðru og svo aðra námsgreinar sem ég þekki bara sjálfur sem bara allir að passa upp á sig og nenna ekki að hlusta á hinn. Þannig að ég held að þetta sé meira námsgreina tengt, allavega mín reynsla heldur en skóla tengt. Þannig að ég held að þurfi, og ég sammála sem að segja, það þyrfti að
brjóta niður veggi að það verði auðveldara að vinna saman, en þá kom bara einn kennari og sagði við mig þegar ég var að ræða þetta, að það tekið stuttu, hann sagði að skólum hefði bara verið stuttu þegar hans álit, ekki sett sem mitt, sem hann sagði, sem hún fannst, að þegar námskráin var gefin svona frjáls og allir áttu að vera uník, eins og fyrir ekki, svona einstakir, að þá hefði verið settur inn í skólan í samkeppni og þá urðu þeir að vera betri heldur en hinn og eitthvað svoleiðis og þá fór fólki að líða svona eins og að þetta væri eitthvað gull sem það var að sitja á staðan fyrir að deila því. Skapa sér sérstöðu. Já, og þannig að, en ég er sammála að það þyrfti að vera meira samstarf. Ertu með eitthvað dæmi í huga? Ég bara félagslega. Félagslega. Já. Aldrei komið í verslunarskóla, aldrei komið heim og aldrei komið heim og aldrei farið í FG, bara verið í einu skóla. Ég segi nú bara vertu hérna velkomin. Ég held að sé töluvert samstarf. Já, sko ég held að sé töluvert hérna, nei ekki nemenda megin, en sko ég held að sé töluvert samstarf milli kennara. Og ég sé að nemendur sækja sér líka dálítið áfanga milli skóla. Mjög mikið samstarf hjá náms- og starfsráðgjöfum. Við höfum það forskat fram yfir aðra þjóðir að við erum á einum póstlista og tölum ekki saman. Ég held að það eigi líka við skólastjórnendur og einstaka faggreina-kennara. En það er alveg rétt að svona félagslega þá er það kannski bara þessar keppnir, þarna Morfís og hvað, vælið og, nei ekki vælið. Já, en það töluvert hérna af svona keppnum, stundum sameiginleg böll og Gettu betur, já. Já, við erum alltaf með einn dag á ári með Flensborg og hérna eitthvað þannig, en ég held að sé fátítt sko að nemendur fari til dæmis að milli skóla bara fara úr borði, fá sér hádegismat í öðrum skóla, þegar maður er einhver besta vini eða eitthvað þannig sko. En þetta er að tala um keppnir, þegar ég hugsa þetta strax út frá kennarahliðinni, en þannig ég hugsa þetta út frá nemendahliðinni. Ég þekki nemendur sem eru í rauninni, að þetta er alltaf mikið keppnir, en þeir þurfa líka, eins og allar nemendur sem ég kringum mér, þeir þurfa að finna sér ástæð til þess að vera samskipti hina, þannig að þeir bjuggu til keppni og buðu hinum og þeir komu og voru á keppninni í rauninni, þannig að þá var komin ástæð og það var bara gaman og stemning. En þeir þurfti að finna, þeir gátt ekki bara sagt, heyrðu, komið, það þurfti að vera, heyrðu, hvað getum við gert, heyrðu, búin til Smash Mode, fyrir ekki, það er tölvuleikur, eitthvað svona slagsmálaleikur, og buðu þeim yfir og þá var komin ástæða til þess að hittast. Þannig að mér finnst keppnir ekki alltaf vera neikvæð ástæða til þess að hafa samstarf. Nei, það er ýmislegt. Getur verið jákvæð. Heyrðu, þetta er búið að vera gagnlegt samtal. Þakka ykkur innilega fyrir að gefa ykkur tíma og ykkur hér líka. Hérna, ég fór ekki út í það en þessi stofnun sem ég vísaði í National School Climate Center, það er sko kvarði, maður getur sko mælt, maður getur mælt skólamenningu, en hérna þetta er allavega mjög áhugaverð umræða og þetta er bara inspírerandi að spjalla við ykkur í dag og takk öll innilega fyrir að koma. Gangi ykkur vel að halda áfram að rækta börnin okkar. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir því það er ekki svo algengt að hérna utanaðkomandi aðilar hafi áhuga á skólastarfi nema til að skamma okkur, þannig að ég er bara mjög þakklátur. Þetta er bara æðislegt að fá að koma inn og líka æðislegt að fá að hlusta á svona aðra sérfræðinga í þessu, þetta er bara mjög lærdómsríkt. Bara takk fyrir að bjóða okkur tækifæri. Takk innilega fyrir. Bara tveggja mínútna space. Takk innilega fyrir. Já, það er hérna.